Við ætlum að byrja í dag þar sem við enduðum í seinustu viku, sem bara aðeins að fara yfir JavaScript og þá erum við að halda áfram með það sem við vorum að skoða hérna í seinustu viku, sem eru hvernig vinnum við með forrit og föll. Við fórum aðalega að skoða gildi og týpur hérna í seinustu tíma. En síðan verkefni, eða efni sem liggur fyrir í þessari viku eru síðan fylki eða arrays og hluti eða objects og browserinn og DOM-ið, Document Object Model, og atburði, hvað gerist ef við smelli á eitthvað eða slægi á lyklaborðið á vef, og síðan modules. Við munum sjá hversu mikið við förum yfir þetta í dag, en við munum allavega taka dæmi þetta í næstu viku og svo rúlla boltinn áfram. En það er verkefni sem líkt því verkefni sem hefur lagt fyrir núna í lok tímans, sem ég ætla bara að nota sem grunn af því sem við erum að fara yfir. Og þá er þetta forrit sem átti að útbúa bara að geta spila skæriblað steinn á móti tölvu, sem tölvan er mjög bara kasta fram einhverju af handahófi, og það þarf að bregðast við því og geyma upplýsingar einhverja stöðu sem hefur átt sér stað og vera með föll og skiptis upp og vera með einhver svona flæðistýringar og eitthvað svona. Þannig að við ætlum að skoða hvernig við getum útfært það, og það er kannski bara best að byrja út frá sýnlausninni sem var gefin út og lesa okkur í gegnum hana bara til þess að það sé sjá. Þannig við bara sækjum þetta með git og opnum hérna Visual Studio. Og það sem við höfum hérna og erum að skoða núna er í raun að við erum með þessa tengingu við HTML, þannig að við erum með script element hérna sem vísar í einhverja skrá sem heitir scripts.js. Og þetta er náttúrulega keimlíkt því sem við erum að gera þegar við erum að tengja CSS-ið, nema þá erum við með þetta svona og href, og þá er munurinn hérna að þetta er fyrir CSS. Þá erum við með þetta link sem býr til þetta relation sem er stylesheet, en með script þá erum við bara með þetta script element. Og það verður í raun að vera lokað hérna, og það sem við getum gert er í raun að setja inn einhvern forritsbúta hér sem getur bara verið hvað sem er. Já, hérna sá ég er að prófa mig áfram með GitHub Copilot. Ég ætla að slökka á honum, en það getur verið svolítið vandræðilegt svona eitthvað. Þess að við sjáum hérna Halló 2, þá get ég, þið hefur kannski áhuga á því sem nemendur, þá getið þið sótt ykkur svona GitHub Copilot og hérna notað hann, og það er forrit sem gerir svona að notar einhvern gefinn hugbúnað, einhvern korpus sem er bara öll forrit á GitHub og notar það til þess að giska hvað þú ert að fara, eða giska ekki, það er bara að gefa þér möguleika á hvað þú ert að fara að skrifa. Það gæti verið skemmtilegt fyrir ykkur sem er að byrja að læra að gera þetta, en gæti líka verið rosalega hættulegt. Þannig að þið getur bara að fara svona autocomplete forritin ykkar og svo virkar ekki eitthvað og þá eru þið bara eitthvað hjálp, GitHub Copilot. Þannig að við slökkum á þessu núna. Disable globally eins og er. Þannig að við getum sett þetta hér. Þetta myndi þá keyra ef við værum með þetta svona. Og þá keyrir þessi kóði bara hérna. En það sem er hérna, ástæða fyrir því að þetta er hérna neðst, er það ef við erum með þetta svona og við ætlum að gera eitthvað við það sem er hérna fyrir ofan, þá þarf við að vera búið af vafranum að sækja þetta efni og parsa það í DOM-ið. Þannig að alveg sem við nefndum aðeins, þegar við erum að teikna eitthvað útlit með CSS, þá þarf við að vera eitthvað HTML sem við erum að targeta, og þegar browserinn sækir HTML, þá byrjar hann bara að lesa línu fyrir línu eða staf fyrir staf hvað er eiginlega þarna og leita að því hérna, ok, það er eitthvað stylesheet, ég þarf að sækja stylesheetið. Ég þarf að parsa stylesheetið og passa på að sé einhverja villur í því, og svo er það eitthvað, og svo er það sett, útlitið er teiknað ofan á HTML-ið. Og það er sama með hérna JavaScriptið, að ef við ætlum að eiga við eitthvað sem hefur komið hérna undan,
þá þurfum við í raun að vera búin að láta vafran sjá það. En það meina við þegar við fyrir að vinna með dommið. En með því að setja þetta aftast, þá þýðir það að vafrinn búin að sjá allt það sem kemur hérna undan áður en að skriftið sótt. Þegar vafrinn sækir sér svona skriftblokk, þá hættir hann öllu öðru á meðan að JavaScriptið parsað og executað. Og það þýðir bara að það ekkert annað gert á meðan. Það bara alveg stoppað alltaf meðan. Og þetta getur haft áhrif á performance á vefinum okkar. En skoðum þetta aðeins og aðra leið til að hlaða þessu inn hérna í næsta tíma. En allavega, þannig að við erum með þetta hér. Þannig að þegar við opnum þetta og getum bara nota hérna live server, að þá fæ ég bara það sem að stendur hérna í HTML-inu okkar og ekkert nýtt fyrir okkur, nema bara þetta bara óstílað og ekkert að því svo sem. Nema að þá ef ég fer hérna í console, að þá ég með aðgang að því sem að keyrt inn í gegnum þetta scripts.js. Þannig að við gerum svona, þannig að við sjáum aðeins hvað við erum að gera. Og gerum hérna. Og þá sjáum við hérna einhverja breytur. Hérna einhver breyta sem heitir þetta. Og ef ég byrja núna hérna að gera eitthvað, þá fæ ég í raun autocomplete hér og hún passar. Þannig að þessum kóða hér búið að taka hennar kóða og hann komið bara inn í þetta global scope. Því bara allt sem að keyra í þessum vafra hérna, í þessum tab, bara allt það umhverfi sem að vafrinn skaffar okkur, pluss forritið sem við erum búin að hlaða þarna inn. Þannig að við erum með þetta og við erum með eitthvað fall hérna. Við getum séð hérna, já, þetta fall. Og það með eitthvað argument sem heitir best of. Þetta bara þetta. En það sem við fáum líka í vafranum aðgangur að svona APIs sem við getum notað. Til dæmis getum kallað í alert og þá það bara eitthvað function, alveg eins og þetta hérna function. Og ég get kallað í svona og þá gefur það svona alert glugga. Og þetta kemur frá vafranum og þetta allt sett á þennan hlut sem heitir window sem í raun vísun í bara keyslu umhverfi hérna. Og ef við opnum þetta og skoðum þetta aðeins hérna með gerum bara svona, þá fáum við hérna alveg gommu af einhverjum hlutum sem bara eitthvað, hvað þetta allt? Það eitthvað on hérna, og það eitthvað scroll x, sem það 0 og scroll y 56 eitthvað. Þetta magnið af pixlum sem ég búin að skrolla þennan glugga hér. Þannig að við getum fengið fullt af upplýsingum það hvað að gerast í gegnum þetta window. Hvað keyslu umhverfið okkar. Og síðan höfum við þessa primitive breytur sem við skoðum þessi senasta tíma, eins og bara string og tölur. En svo höfum við líka svona primitive wrappera sem að gefa okkur ákveðna hluti, eins og number is none, sem segir til einhver tala not a number eða ekki. Og þá það bara true fyrir actual gildið none. Og svo þannig að í JavaScript þá allt hlutur. Það allir hluti, það allt svona object. Svo þýðir það að ég með streng og ég get kallað þetta to local lowercase eða uppercase eða to uppercase og þá fæ ég tilbaka strengin í uppercase. En ég get líka kallað í það á tölu. Þannig ég getur með tölu sem 3,123 og gert to fixed 1 og þá fæ ég tilbaka streng sem í raun með einni, þá í raun bara búið að kötta af. Þetta í raun ekki í rúnun, þetta bara það búið að, það betur við. Jú, þetta rúnun, þetta svona eðlileg rúnun upp að þessu, þar sem við fáum í raun bara ákveðinlega marga stafi sem við skilgrunum hér.
og þá sjáum við hérna sama, þú veist, ef við förum í eitthvað svona þá fáum við einhverja skrýtna hluti aftur út af því hvernig tölur eru geymdar í JavaScript. Þannig að tala með föll á sér, strengir með föll á sér og föll með föll á sér, af því að föll eru líka hlutir. Þannig að við getum sagt hérna, þá erum við bara með eitthvað á þessu falli. Þannig að það svona við JavaScript sem mjög öðruvísi við til þess að Java að það allt einhverju object. Það allt hægt að kalla í og sækja einhverjar upplýsingar sem síðan tengjast inn í það sem við munum skoða seinna, sem þessi prototypu inheritance sem til staðar í JavaScript. Ok, við erum alltaf með þetta umhverfi hérna sem allt bundið við þennan window object, en ef við keyrum þetta í einhverju öðru umhverfi þá getur það verið annað keisluumhverfi eins og í Node. Þá höfum við ekki window, þá höfum við eitthvað sem kallað process. Það bara processin sem að keyra forritið okkar. Og það eru sömu hlutir eins og þetta number sem gert aðgengilegt í gegnum þar. En þar ekki til staðar alert eða prompt. Og þarna hafa verið að eiga sér stað svona skemmtilegir hlutir eins og til þess að í Node þá þetta ekki til staðar. En það til annað project sem heitir Dino sem að segja bara hvað ef við látum bara eiginlega öll API-in sem eru skilgreind í vefstöðlum vera aðgengileg líka í þessu forritunarumhverfi sem þú veist, bara forritunarumhverfi sem á að vera að keyra á einhverju server einhvers staðar, ekki í Vavra. Og það eru mjög svona áhugaverðar pælingar. En fyrir mig eitthvað meira praktískt hérna. Þannig að hér erum við búin að útfæra þetta til þess að spila og þá getum við keyrt hérna eitthvað fall. Þannig að ef við gerum svona, þá þetta bara function, fæði tilbaka hérna, en ef ég kalla í fallið, þannig að við köllum í fallið bara með því að svigum, opna sviga, svo kom einhver argument og svo lokum við sviga. Þannig að kallum þetta og þá kemur upp hérna einhver spurning, besta af hve mörgum leikjum verður að vera jákvæð 8-tala minni en 10. Og þá við förum hérna og finnum í raun hvað var að gerast, að þá þetta hérna fall. Þá erum við bara komin hérna í þessa hér línu og við erum bara stopp hér. Þannig að núna bara forritið okkar bara bíða eftir því að halda áfram í þessari línu. Og þá þetta prompt sem opnar hérna glugga sem bíður eftir þessu inntaki frá okkur. Og núna ef ég skrifa eitthvað ASDF og þá fæ ég villu hérna sem segir ASDF ekki löglegt gildi. Og núna ef ég væri til að skrifa þetta frá grunni og ég vissi ekki alveg hvernig ég ætti að haga mér, þá svona klassíski hluturinn sem við getum gert að láta þessu svo að það sé í rauninni ekkert hérna. Og ef ég gerir núna play, þá fæ ég bara svona og ekkert gerist. Nema það skrifast hérna út undefined að þegar við klárum bara fallið og öll fall, ef þau hafa ekki tilgreitt hérna return gildi skila undefined. Og þá bara, ok, hvað fékk ég út úr þessu? Þá getum við notað hérna console log og sagt best of. Þá getum við séð svarið sem kemur. Keyrum þetta aftur, keyrum eitthvað, sjáum ASDF. Ok. Þannig að við getum notað console log til þess að skrifa eitthvað út til þess að sjá í raun hvað að gerast í forritunum okkar. Við getum líka skrifa debugger og keyrt þetta og keyrt svona og þá opnast debuggerinn. Og debuggerinn þannig að þetta í raun bara keyslu umhverfið sem við erum að fara í gegnum og þannig í raun bara búið að frista forritið okkar á þeim stað þar sem þessi debugger skilgreining kemur til og við sjáum nákvæmlega hvað í gangi. Við getum séð hvaða breytur eru, hvernig allt umhverfið við getum keyrt eitthvað svona einhverjar expressionir hérna til að sjá hvað að vera og við getum notað þetta til þess að debugga forritið okkar. Og þetta átt svona stórt skref að fara að nota eitthvað svona, en þetta ekkert svakalega flókið dæmi svo sem. Þetta bara að nota það og læra það. Þannig að hérna sjáum við sjáum strax bara að best of breytun okkar ASDF. Og við sjáum bara að við erum stoppað þessari línu og svo getum við haldið áfram hérna. Við getum sett step over, það fer bara hingað og þá erum við steppuð aftur og þá erum við komin í kallið í þetta og svo erum við bara búin. Þannig að það búið í raun, keislan búin.
Svo fyrir aftur inn í þetta. Svo getum við gert step in, sem þýðir þá að við myndum fara inn í annað fall, og svo getum við gert step out, sem segir keyrðu þangað til þú ferð út úr þessu falli, eða þessari blokk sem þú ert að keyra. Þannig að þá getum við farið hérna og þá farið beint í það að fara út úr, svo getum ég hitt að play og þá klára bara forritið að keyra. Þannig að það kannski, það sem að gerast hérna, þegar ef að núna ég, keyri forritið, þá gerist ekki neitt. Þannig að það þarf eitthvað þarf að gerast til þess að í raun eitthvað keyri. Núna er ekkert að keyra. Það er búið að parsa JavaScriptið okkar og keyra þessa upprunalegu hérna sem setja inn þetta hérna þessa breytur og ég get skrifa hérna inn í eitthvað. Þá skrifast það hérna út í byrjun. En svo býður bara forritið eftir eitthvað gerist. Það sem að gerist er að við köllum í þetta fall og þá gerist eitthvað. En síðan þegar við fyrir að gera þetta, tengja þetta við vafran, að þá ítum við á einhver takka eða gerum eitthvað hér sem keyrir þá þetta fall í staðinn fyrir að við þurfum að gera þetta í gegnum konsól. Þannig að við erum bara að gera þetta svona í fyrstu, bara aðeins þess að sjá hvernig keisluumhverfið og hvernig þetta hagar sér. En síðan er enginn sem að notar við svona. Við erum þetta bara með vafran okkar opinn og forritun okkar gera eitthvað. Þau bregðast við því sem við gerum. Þegar þá, ef við höldum áfram að keyra þetta forrit okkar, að þá tökum við inn þetta gildi, athugum hvort að það sé tala eða ekki, þannig að þá getum við haldið inn í debugga gildinu hérna og farið bara gegnum forritið í heild sinni og segjum bara 7, það er jákvæð áttatala minna en 10 og þá getum við gert hérna, farið áfram og þá núna ætlum við að finna út er þetta tala og þá kallum við number.parseInt og þá fáum við út því best of number, þá erum við búin að breyta strengnum hérna yfir í tölu og þá athugum við, er þetta null? Nei, þetta er ekki null, þannig að þá fer þetta áfram í rauninni bara í næstu línu og þá spyrir þetta hérna, er þetta valid best of gildi, þar að segja, er þetta jákvæð heiltala minn en 10 og þá er það í raun búið að setja það inn í sérfall. Þannig að þá getum við gert hérna step in, þá förum við inn í það og þá byrjum við á því að vera bara með þetta best of gildi hérna sem er 7 og þá spyrjum, er þetta non-gildi? Nei, ok, þá höldum við áfram. Er þetta á þessu bili okkar? Þá komið eitthvað hérna er þetta 7, þetta er strengur í 7, þetta er ekki talan 7, þannig að þetta er buggur í forritinu, þannig að það er að vera sendin annað gildi og nú spyrum hérna, er þetta ekki 8-tala? Það er að segja, ef ég tek módulusinn, það er að segja, ef ég deili þetta með 2, er afgangurinn 1 eða 0. Ef hann er 1, þá er þetta 8-tala, ef hann er 0, þá er þetta ekki 8-tala. Við förum yfir það og það gerist ekki hérna og við skilum true. En nú skulum við bara klára forritið og skulum laga þennan bug og setjum inn best of number og keyrum þetta aftur og keyrum núna með 6 og þá núna nenni ég ekki að fara í gegnum allt þetta hérna, þannig ég ætla að fara bara beint í þetta hér fall, þannig að þá get ég sett svona breakpunkt hérna, ítt svo bara play og eitthvað klikkaði, can't access, já þetta var vitlaust, þetta átti að vera svona, þannig að gerði ég villu og þá segir hún hérna, það er ekki hægt að lesa breytu áður en að búið að initialize hana, þannig að hún er raun, þú ert að kalla ykkur að breytu hérna en hún er skilgreind, ég reyndi að kalla hann í því það sem hún er skilgreind, þannig að hún er ekki til, þannig að við fáum villu og þá er það þannig að við fáum svona villur hérna og þá eru þær sem uncaught errors og við getum gripið þær og við myndum að sjá þær í villumeðhöndlun en við byrjum bara aftur, það var villa, lögum hana, keyrum aftur
svona, play og gleymdi að reloada. Þannig að, já, þarna keyrið það sem ég ætla að fara yfir að þessu eftir, en hérna tökum núna þetta aftur svona, gerum 6, aftur hérna, ítum á play, gleymdi ég að vista, þetta gengur rosalega vel hjá mér. Keyrum þetta, keyrum svona, svona, og núna er eitthvað að gerast hérna. En nú ítum við að play, nú förum við hingað, nú erum við með tölu, og nú getum við farið hérna, hún er á bili, hún er ekki oddatala, þannig að við sjáum í raun, ef við keyrum þetta hérna, þannig að nú getum við tekið þessa breytu sem er hér, ég get farið með henni í Watch Expression, og ég get sett svona, og ég get séð að ef ég tek svo þetta modulus af henni, þá fæ ég 0. En ef ég myndi taka allmis 7 modulus 2, þá fæ ég 1. Þannig að þá skilja þetta false, þá get ég gert hérna step out, þá fer ég hérna, þá er í raun þetta hérna skilar false, false, þannig að neiturinn hérna, sem er upprúfnamerkið, segir, false neitað er true, þannig að við förum inn í þetta hérna, þessa blokk, sem skilar okkur villu, með því að skrifa console.error og gerir svo bara return. Þá bara hættir forritið að keyra, af því það er búið að returna út af þessu gildi. Og við leyfum því bara klárast, og þá fáum við þess að hérna villu, þá sjáum við að þetta hérna console.error sem við skrifuðum, lítur alveg eins út eins og villan sem kom þegar við gerðum í raun bara villeysu í því hvernig við skrifum forritið okkar. Þannig að það er hvað þetta console gerir. Þannig að console er með fullt af einhverjum aðferðum. Það er með group, þannig að ég get sagt byrja hóp eitthvað. Þá get ég skrifað console info 1, 2, 3. Svo get ég gert console.group end. Og þá er ég búinn að hópa allt þetta inn í svona eitthvað sem ég get kollapsað hérna. Þannig að við erum með rosalega löng forrit sem við erum að debugga eitthvað eða þurfum að skrifa út einhverjar upplýsingar, þá getum við notað þetta. En það sem við erum þá búin að gera núna er í raun að keyra forritið, tengja það við, kalla eitthvað fall, keyra í gegnum það, fara í gegnum einhverjar svona flæðistýringar og fá tilbaka einhverjar niðurstöður. Og það er bara svolítið það sem við erum að gera, nema svo erum við með einhverjar ítranir sem við skoðum á eftir og einhverjar leiðir til þess að halda utan í raun stöðu, þá sér í lagi þessa spilaða leiki sem eru þá hér og eru síðan líka hérna sem einhverjar global breytur. Einhverjar spurningar? Forritunin í JavaScript, hversu lík er forritunin Hversu lík er forritunin í Java? í JavaScript og í Java? If-setningar, þetta. Það er mjög líkt, if-setningar. Þetta hefur sömu svona, merkinguna, svona semantíkina. Þetta er eins. Ég er með if, ég opna sviga, ég er með eitthvað expression. Ef það expression skilar mér true, þá keyri ég það sem er innan, annars ger ég það ekki. Þannig að maður reyna að forrita eins og að vera að forrita Java. Að einhverju leyti. Svona basic hlutina, þegar ég bara spá. Já, það verður samt svolítið tricky, því að það er heldur ekki alveg einnum á einum Java og JavaScript. Það getur verið smá svona ruglingu sem þið getið lent í. Þannig að það er að hafa það í huga, þetta er ekki alveg eins og ég mun reyna að benda ykkur á einhverja hluti svona sem við förum í gegnum þetta. Spurning? Svona spurningu þannig? Ég ætla bara að segja að þótt að nöfnin væri svipuð þá eru þau ekki mjög svipuð tungumál. Nei, akkurat. Og það er, fyrst og kannski er að við þurfum ekki að keyra þetta compiler. Ég er bara að reloada og þetta er túlkað af afranum. Ekki compiler sem segir að þú gerir ykkur mistök og hjálpa mann átt í tíðum slatta með að finna út úr einhverjum villum. Þannig að sem að segja hana þrefalda jafntumerkið, hvernig gerur þennan hver? Já,
Já, það er annað hérna. Þetta er stilling í Visual Studio Code, þannig að þetta er í raun bara 3 jafnómerki, nema þegar þau liggja svona saman, þá eru þau breytt í svona ligature, sem er í raun, eins og dæmis, ef ég geri svona, þá fæ ég þetta, segjum, eins og ekki jafnt og. Jú, þannig að núna er þetta 2, 1, 3, en ef ég gerir bara hérna og fer í font og hvað er hérna? Tek út bara þetta, geymið einhverstaðar hérna. Og þá sjáum við í raun að þetta eru bara 3 samansammerki. Er þannig að JavaScript er 2 jafnómerki ef þetta er einhver? Já. Fljótu bragði sagt, ég ætla að fara yfir þetta aðeins og eftir, 2 jafnómerki bera saman hvort að hluturinn eftir að það er búið að reyna að láta hann vera eins og hinn hlutinn séu eins. Sem þýðir það, ef ég segi 1 jafnt og strengurinn 1, það er true. Út af því að ef ég tek strengin 1 og ég coerce hann, ég þvinga hann yfir að vera tölu, þá verður hann 1, af því að þetta er strengurinn 1. En ef ég spyr, er 1 jafnt og strengurinn 1, þá er það false. Það sem að byrjaði að gera hérna er að athuga, er típan á þessu hérna gildi og típan á þessu gildi svo sama. Ef svo, þá er farið í að bera saman gildin, en ef þau eru ekki eins, eins og þau eru ekki hérna, þetta er strengur og tala, þá er strax sagt nei, þetta er ekki það sama. Þannig að þetta er þetta type coercion sem á sér stað þegar við erum að bera saman gildi í JavaScript, sem er til dæmis mjög ólíkt því sem er í Java. Af því þar ertu með statískar breytur sem að geta bara innihaldið strengi eða bara innihaldið integer eða float, og þarna getum við verið að breyta þessu bara eins og okkur við langar. Spurningu? Nei. Herri, þá skulum við taka okkur pásu, byrjum aftur 10 mínútur í.